Þetta Krummafótur, hlaðvarp þar sem Eyvindur Karlsson og Kristján Atli tækla litlumálin. Góðan daginn, Eyvindur. Góðan dag, Kristján. Og það góður dagur. Það góður dagur. Það sumar á Sýrlandi. Ok, við tölum þetta hérna fyrir nokkrum vikum síðan. Já. Og blótuðum Sigga Stormi fyrir að hafa jinxa sumarið. Við bara skuldum honum afsökunarbeiðni. Já, sko, í síðasta þætti þá flúðum við inn í bíl. Þannig að við skulum alveg vera samkvæmur sjálf okkur. Þetta hefur upp og ofan. Herðu, að meðaltali þetta búið að vera betra en síðustu ár, sko. Já, fyrir utan kannski maí fyrra sem var ég náttúrulega var ekki á landinu þá. Þú varst ekki á landinu þá. En já, ég myndi segja að þessi bongodagar sem hafa gefist í maí og júní hingað til, getum ekki kvartað. Bara alls ekki. Og svo náttúrulega í ofanalag, þá ég á leiðinni núna til Spánar í 4 vikur. Þetta verður síðast þátturinn okkar sennilega svona fram í Vestlunum með helgi. Já. Út á Dollu. Út á Dollu. Af því að ég að flýja land. Já. En hérna... Ég líka reyndar, ég að fara í viku til London. En ég meina, þú veist, við erum að taka upp með sólglerun á eina ferðina enn. Já. Það verður ekki þannig í vetur. Nei, það hæpið. Þannig að við kvartum ekki með hann. Alls ekki. Bara svoleiðis. Við erum ekkert að fara að sitja út í garði í vetur, sko. Ég þarf hins vegar að kvarta eins. Okay. Eða kannski ekki kvarta, það er meira sko angist heldur en gremja. Já. Og nú þarf ég að biðja þig bara smá stuðning. Ég þarf að skella mér í sálfræðihotn. Já. Og ég þarf bara að biðja þig að hlusta vel og taka á móti mínu erindi. Já, erfitt þessa dagana. Já. Þannig mál með vexti. Ég fór á söngleik nýlega. Og þetta reyndist mér... Hvaða skepna ber ábyrgð á því? Það myndi vera þú. Sko, höfum það alveg á hreinu að þú hefðir ekki getað dregið mig á söngleik. Nei. Nema að því að þú varst að leikstýra. Þá fór ég sjálfviljugur og bauð mig fram, borgaði glaður miðaverðið og fór. En eins og við töluðum sko, og höfum talað áður, fordómar mínir gagnvart söngleikinu eru miklir. Þeir eru það. Og eins og fræktir orðið. Ég áttaði mig á því þegar ég var búinn að versla miðann. Ángríns, það er alveg möguleiki ég hefði logið eitthvað, bara eitthvað, þú veist, ég verð með kvef þennan daginn eða eitthvað, þú veist, og ekki komið. Þegar ég áttaði mig á þessa, sko þarna eru bara 2 möguleikar í stöðunni. Annars vegar, að þá er ég bara að fara að hata þetta. Já. Og þá þarf ég að eiga vandræðalegt samtal við þig, því að ég myndi eiga afskaplega rött með að hata þetta og vera svo bara þetta var fínt, til hamingju. Ef þú hefði sagt, þetta var fínt, þá hefði ég sagt, þá hefði þú vitað. Ég aldrei trúið þér. Nei, ég er ekki þetta svo gott pókerféð, sko. Nei. En hérna, hinn möguleikin var í rauninni skelfilegri fyrir mig. Af því að sko, hinn möguleikin var sá að mér þætti þetta frábært. Og þá bara fjandinn laus og þú ert eiginlega komin svolítið dauðafæri, sko. Því að nú get ég ekki lengur sagt við þig, heyrðu, eigðu þú bara þína söngleiki, við gerum svo margt annað saman, ég þarf ekki söngleikina með þér. Nei. Hérna, þannig að erum við komin í eitthvað svona Dungeons & Dragons stöðu hérna aftur? Já, þetta gæti alveg verið. Nei, sko, tilvist að kreppa mín er sú að þetta var frábært. Og ég átti alveg vel, sko, þú veist, þetta er verðlaunasýning ársins, þetta er áhuga leiksýning ársins, eins og við höfum talað í þessum þætti, hjá leikfélagi Húsavíkur. Rocky Horror, fyrir þess að og hérna, sem var sýnt sett í Þjóðleikhúsinu. Litla hæfileika fólkið sem býr á Húsavík, það er ljóst. Bara svo það sé sagt upp átt líka. Bara eins og ég náttúrulega hef sagt áður, þetta er náttúrulega bara ekki eðlilegt að ekki stærri bæri en þetta í svona margt og ég náttúrulega, sko, hef séð í leikstýra áður og oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og þannig að þú veist, ég vissi alveg að þessu yrði vel leikstýrt og sviðsmyndin góð og svo náttúrulega, sko, ég fór með dóttur minni, Lilja var lasin, komst ekki með okkur, þannig að við fórum bara 2 og hérna, ég sagði hana tvennt svona fyrir, ég sagði hana númer 1 að ég þekki ákveðin blæbrigði hjá Eyvindi Karlssyni, leikstjóranum. Sem að ég skal svona kannski benda þér á eftir á og annað slíkt. Og svo vorum við að tala það eftir á og ég var að tala við kona þína fram í veitingasölu eftir á og svona við vorum að tala þú veist, eins og rúðuþurrkurnar og svona ég bara svona, Eyvindur Karlsson. Og þú veist, alls konar svona hluti sem ég þekki hjá þér. Og hitt sem ég var hana við fyrir sýningu Þjóðleikhúsið örugglega svona lágmark 80% fullt af húsvíkingum.
að sjá Já. Húsvíkinga á sviði. Já. Þannig að þú ert basically að fara á Taylor Swift tónleika. Já. Hér verður öskrað á Já. millilaga. Já. Og það stóðst, hún var steinrunnin eftir fyrsta lag Já. að sko þakið fór af Þjóðleikhúsinu. Hvað höfum við farið? Hvað ætlum maður að hafa farið oft í stóra salinni í Þjóðleikhúsinu ævina? Þú veist, það örugglega að leipur á tugum ef ekki hundruðum. Já. Þú örugglega oftar hjá þér. Já. En þessi viðbrögð, ég sá þau í fyrra þegar að Hólmvíkingar fjölmenntu og voru ánægðir með sitt fólk. En hér náttúrulega er meiri tækifæri til þess að klappa hressilega og svona því að það eru lög. Já. Þú veist, þetta stemmingin öðruvísi, þannig ég vissi að stemmingin þetta bara engu líkarninn og hún var það sko. Þetta var líka svona, kannski ekki alveg jafn svakalegt, Já. en ansi hrest á fyrri sýningunni. Já. Og það var ekki svona Húsavíku-dóminerandi, sko. Nei, ég meina þú veist, það er náttúrulega stemming, það eru Rocky Horror unnendur og söngleikja unnendur og annað, ég átta mig á því sko, en þú veist, við fengum eitthvað svona extra spicy sauce á þessa sýningu, það er alveg ljóst. En niðurstaðan er svo, eins og ég segi sko, ég hefði sagt við þig, þú veist, þú stóðst þig frábærlega, ég er stoltur að þér, en þetta er ekki fyrir mig. Já. Ég hefði bara sagt þér það. Já. En fjandinn hafi það er ekki það sem ég get sagt. Eins og ég segi, ég get ekkert logið að þér. Þetta var bara geggjað. Og ég hugsaði með mér sko, þú veist, tilvistarkreppa sem ég á, þú veist, er ég svona meðvirkur? Er þetta því að þú ert að leikstýra þá opna ég á hluti sem ég hata venjulega og leyfi? Eða, og ég fór að svona reyna að pæli sem svo, þú veist, segjum að Leikfélag Húsavíkur myndi setja annan söngleik með þessu fólki á næsta ári, en það er einhver annar að leikstýra. Myndi ég fara á það og væri ég jafnvel ákvæður fyrir því, þú veist, þegar allt er jafn vel gert og annað en vinur minn er ekki að leikstýra. Þannig að það er náttúrulega það sem að, og nú trúi ég ekki að segja þessa hluti uppátt, það er eiginlega svolítið það sem að við þurfum að kanna. Já. Við þurfum eiginlega að fara á annan söngleik og ég er að stinga upp á þess en ekki þú. Já. Þar sem að þú ert ekki með puttana í neinu. Ormstunga, förum á hana. Og við þurfum að sjá hvort að Kristján þarf að takast á við fordóma sín eða hvort þetta var bara fyrir Eyvind Vín-Sinn Karlsson sem var svona hrifinn. Já, við þurfum að gera það. En ég var hrifinn mjög og til hamingju með þetta. Hvernig tilfinning er að trilla stóra sal í Þjóðleikhúsinu svona tvisvar sama daginn? Þú hlýtur að hafa bara, tærnar hafa væntanlega ekki snert jörðina daginn eftir. Nei, og bara eiginlega ekki ennþá. Þetta hlýtur að vera gaman. Þetta er alveg ótrúlega gaman. Og bara, já, þú veist, hvað maður að segja? Þetta er náttúrulega, eins og þú segir, sko, þetta er ótrúlega hæfileika fólk. Já. Og náttúrulega, já, að fá að, þú veist, taka þetta var náttúrulega, þú veist, við gerðum allt sem við gátum til þess að gera þetta stórt og mikið í litla húsinu fyrir norðan. Já. Að geta farið á stóra sviðið og gert þetta eins stórt og maður sá þetta alltaf fyrir sér, sko. Þetta er Rocky Horror, þetta er ekki minimalist, sko. Maður sá þetta naut sín á stóra sviðið. Já, algjörlega. Ég misti náttúrulega af þessu, ég komst ekki alla leið norður, það er ansi langt að keyra ef maður ætlar að skella sér bara í leikhús og tilbaka, sko. En ég ímynda mér að þú veist þetta hafi í rauninni, eðli söngleiksins er sá að hann hlýtur alltaf að vera betri á stærra sviðinu. Já, svo þú getur gert þetta mjög vel á litla sviðinu og það er jú sýningi sem vinnur verðlaun, þannig að við skulum ekki gera lítið úr því. Nei, alls ekki. En þetta hlýtur alltaf að vera, að fá að supersæsa Rocky Horror hlýtur alltaf að vera kjörið. Rocky Horror er bara því betri, því stærri sem hann er, sko. Já. En já, þú veist, þetta var bara dásamlegt, sko. Já. Og að öllu leyti, sko, að fá að ég náttúrulega var að gera þetta í annarskipti, ég gerði þetta fyrir líka, að fara með sýningu á stóra sviðið. Þannig fyrir mér var þetta svona, meira bara svona eitthvað, yes, ég fæ að gera þetta aftur. Já. En að fá að vera með öllum þessum, sérstaklega öllu þessu unga fólki sem var í þessari sýningu, þetta var mikið af ungu fólki. Mjög ungu leikhópur og... Já. Og að fá að sko fara með þeim og upplifa það að þau fengju að gera þetta og að bara, þú veist, og þú veist, þau voru öll að toppa sig. Já. Þú veist, það voru allir bara að gefa 110%. Já, ég sá það bara. Það var alveg svona stemmingin var líka svona, þú veist, hjá þeim, að því að ég fór á seinni sýninguna, kvöldsýninguna. Það var svona, maður sá það náttúrulega á sumum, sko, að þú veist, ég er að fara að gera þetta í síðasta sinn. Þetta er búið að vera svo gaman. Já.
og ég að kveðja karakterinn, hér skal allt gefið í. Nákvæmlega. Það voru allir í fimmtagir. Það var þannig, sko. Og brunaði upp brekkuna, sko. Já. Þetta var frábært og bara mjög gaman. Aldrei að vita við tölum aftur fljótlegum söngleiki. Já, það skal aldrei sagt mig að ég vilji halda í fordómana. Nei. Ef það möguleiki á því að ég hafi rangt fyrir mér, þá vil ég bara fá að vita það. Já, það og ég meina þess vegna ertu farin að spila spunaspil, til dæmis. Já, að því að ég komst að því að ég hafi mögulega haft spunaspilin fyrir rangri sök. Já. Svo náttúrulega það er hægt að taka annan pólinn í hæðina sem sá að þú ert að hafa mjög skelfileg áhrif á mig. Þú ert búinn að draga mig alla þínar syndahólur og nú er að takast að koma mér í söngleiki líka. Já, sko, en við skulum samt alveg hafa á hreinu að ég er ekki búinn að vera að gera neitt til þess að draga þig, sko. Jú, svo brosið þínu djöfuna, komdu til mín, drengur. Það er alveg möguleiki, ég rangi við mér eftir 2 ár, bara hver er í orðin? Já, nákvæmlega. Við bara gósta þennan Eyvind, bara blokka hann á öllum og láta þess að sé ekki til. En svo skulum við líka alveg hafa þann möguleika opinn að sko Rocky Horror sé bara Rocky Horror. Já, sko, ég hef alltaf haft eina undantekningu og það er ég rosalega hrifinn af bíómyndinu Moulin Rouge. Já. Söngleikinn, með Ewan McGregor og Nicole Kidman. Hann fannst mér frábær, en svo, þú veist, reyndur sumar hluti eins og hérna með, hvað hún heitir, hérna Rock-sagan með Tom Cruise, sem er annar svona söngleikur sem var Rock of Ages, sem var kvikmyndar og mér fannst bara mjög leiðilegur og ABBA-myndirnar sem að konunum mínar hafa hort linnulaust á hérna hjá mér og eru bara ekki fyrir mig. Nei. Þannig að ég hélt einhvern veginn að það væri þá bara svona undantekningin sem sannaði regluna en þú veist, hafandi svona bara séð Rocky Horror og Grís og eitthvað svona út undan mér, óviljur, tilneyddur sem krakki, sko. Já. Að aldrei verið neitt eitthvað sérstaklega hrifinn. Ég meina, mér finnst Rocky Horror kannski betri saga en margar. Það er engin saga, eða þú veist, hún er bara steypa. Já, ok, þú veist, hvernig svo kallar það, þú veist, þessi fletta. Já, þetta er þessi litla fletta sem þessi kvöldstund. Já, þetta er alltaf bara svo mikil steypa. Sko. Þetta er algjör steypa, en það, kannski það sem er gott við hann er það að hún er svo opin til túlkunar. Já. Og já, þetta var allavega bara mjög frábært og ég neyðist til að kanna þetta frekar. En sko náttúrulega, núna taldið þú upp nokkra sko söngleikjamyndir. Söngleikjamyndir eru næstu alltaf leiðilega. Já, ég veit það. Svo er það náttúrulega hitt sem maður spyr sig. Sko, ég fór, þegar ég var í Vestló, þá fór ég náttúrulega á söngleiki. Þar voru hérna Dirty Dancing og eitthvað fleira, ég man ekki í fljótu bragði hverjir hinn voru. Það voru svona 2-3 söngleiki sem ég fór á þar. Hjá Nemendamótinu. Hjá Nemo. Vinir mínu voru að dansa í því og eitthvað svona, sko. Og ég var sviðsmaður eitt árið, ef ég maður rétt. Og það var voða gaman, sko. En það er náttúrulega enn og aftur að því að það eru vinir upp á sviði og allt þetta. Það er kannski öðruvísi. Þú ert kannski ekkert eitthvað nálgast það eins og einhver gagnrýnandi, sko. Ég er engin Jónas Sen út í sal þegar ég þekki persónulega helminginn af þeim sem eru upp á sviði. Einmitt. Ég, sko, já, eins og ég segi, ég hef séð slatta af söngleikjamyndum og þú veist, fyrir utan eitthvað svona algjöra klassík sem að, ég veit ekki akkur en mér finnst þetta virka betur, sko, svona, þú veist, í gamla dag, þú veist, mér finnst Sound of Music og Mary Poppins virka, skilur, þú veist, að því það er bara eitthvað svona, eitthvað frábært, að því það líka held ég, sko, skrifað sem bíómyndir, ekki sviðssöngleikur sem er síðan farið upp á hvítatjaldið, sko, en þú veist, svo er þetta nú oftast frekar leiðilegt, finnst mér, sko. Já, mér finnst svona líka þú veist, eins og teiknimyndirnar virkuðu. Disney var á tímapunkti með teiknimyndir, ég meina, þú veist, það getur engum líka illa við Lion King. Það er ekki hægt. Það er bara ekki hægt. Þannig að þetta er alveg, þetta á alveg sinn sess, sko, jafnvel hjá skröggi eins og mér. Já. En þetta er samt áhugaður. Kannski hef ég með óbræði munum, kannski hef ég haft rangt fyrir mér. En kannski ekki, við skulum alveg hafa það á hreinu ef við ætlum að fara á Ormstungu. Sko drengurinn. Það er uphill battle hjá Ormstungu enga síður held ég. En ég lofa að segja satt og rétt frá því ef eitthvað slík tilraun fer fram og gengur upp. Og ef svo vill til að eitthvað bíó á Íslandi sýni Hadestown, þá getum við farið á það. Já, það væri nú annað. Það er frábær söngleikur. En að öðru, mér langaði að spyrja bara svona stuttlega út í. Það var svona tímamótadómur sem að fjall, nú er ég ekki með blöðum fyrir fram eða neitt, þannig að ég er ekki að drukkna hérna í staðreyndum, en það var sem sagt dómur sem fjall hlaðvörp á Íslandi núna á dögunum.
og ég man ekki einu sinni hvað heitir það, stólum mig hvað heitir hlaðvarpið, það var sem sagt hlaðvarp sem að Víðir sem að við hlýðum öll, sem er náttúrulega í ríkisstjórnuna, að hann fór fyrir þarna, ef ég man rétt, einhverju máli það að hlaðvörp verði að vera flokkuð sem fjölmiðlar. Og hlaðvörpin fór með þetta dómstólaleiðina, það voru einhver hlaðvörp þarna í fararbroddi og fengu það í gegn sem sagt að þau eru ekki fjölmiðl. Og það hefur aðallega áhrif á, skils mér sko, náttúrulega bæði hvernig þau þurfa að kynna eins og auglýsingar og kostanir í þáttunum sínum og svo náttúrulega líka hvernig þau nálgast umfjallanir og annað slíkt, upp á það að geta hlutleysis og annað slíkt. Mér fannst þetta svolítið áhugavert að hugsa því að eins og við erum með hlaðvarp og ef að við færum allt í einu að taka upp að vera eitthvað, Coke eða Pepsi eða eitthvað, og hvort að við verðum að haga okkur öðruvísi. Já, þú ert ekki kostaðir, þú mátt alveg sýna þeim hvað þú ert að drekka þú vilt, sko. Þú ert ekki kostaðir. Að við verða að haga okkur eins og fjölmiðl bara því við erum tveir dúddar með mikrofón að spjalla saman. Og eins hitt náttúrulega líka að hlaðvörp verði að gæta sama hlutleysis og fagmennsku umfjöllun eins og fjölmiðlar. Auðvitað, við vitum alveg í hvaða hundaflautu er verið að blása þarna. Það er ákveðin fjölmiðlar, ákveðin hlaðvörp sem vilja bara geta verið hlutdræg. Og þurfa ekki að vera bundin af því að skoða hlutina frá báðum hliðum. Og ég get alveg setið hérna og sagt með þau hlaðvörp sem ég er ósammála þá er það kannski vísjávert. En svo þegar maður heimfærir þetta á sjálfans og ég fara að segja hérna, segjum til dæmis að við ætlum að tala núna það hvað að golf sé ömurleg íþrótt. Ef að við erum þá skilgreindir sem fjölmiðla þá beri okkur að leyfa hinni hliðinni á málinu að koma fram. En ég veit ekki, var þetta of langt seilst að ætla hlaðvörpum að haga sér í öllu eins og fjölmiðlar og vera faglegir í sinni umfjöllun og sinni kostun? Mér finnst nefnilega að við erum svolítið í Villta Vestrinu núna, við erum bara dúddar að tala. Mér finnst að kostunarhlutin sé kannski, þar get ég skilið að það þurfi kannski að vera einhver bara, en ég meina það er samt, ég meina á samfélagsmiðlum, þú mátt ekki vera með kostun á Instagram á þess að taka það fram. Já, þetta snýr til dæmis mikið eins og tóbaksauglýsingum. Fólk hlaðvörp á Íslandi hafa verið mikið gagnrýnd fyrir að vera að auglýsa tóbaksvörur, eins og Svenn og eitthvað svona, og án þess að vera með aldurshópa skilgreiningar. Já, einmitt. Og ég skil það. Þetta sé ekki banna innan 12 því við erum að auglýsa tóbak eða eitthvað. Akkurát. Þannig, svoleiðis svona meðskili. En ég spyr samt, hvernig eru reglurnar að þeim bara þekki þetta ekki? Bara veit það ekki? Ég held... Í sambandi við hlutleysi, því að þú mátt, ég meina, fjölmiðlar með að birta aðsenda greinar og þær eru ekki hlutlausar. Nei. Og þegar við erum að tala það er máli. Ég get birt grein á Vísi þar sem ég lýsi bara minni skoðun og það þarf ekkert, þeim ber ekkert skylda til að birta aðra grein við hliðina sem að kemur með hina hliðin á málinu. Nákvæmlega, það er alltaf líkur á svargrein. Það er ekki bara eins og skoðana svona grundvöllur. Já, það er það sem að mér finnst pínu, ég meina, og þú veist, það er líka til að fullt af fjölmiðlum sem er alls ekki hlutlausir. Nei, ég meina, ég er að segja að þetta er ekki absolutt. Ef þú segjum þú ferð í viðtal á Bylgjunni og þú ert bara eitthvað að tala þú ert að fara að skemmta á þjóðhátíð og svo allt inn í miðju viðtalinu þá byrjar að tala að þú sért á móti ESB eða eitthvað. Þá þurfa þau ekkert eitthvað að pása og segja við getum ekki talað um þetta því að það er enginn hérna inni sem er með ESB. Á ekki fjölmiðlar er ekki það absolutt hjá fjölmiðlum. Fjölmiðl? Hvað segirðu? Á ekki Margrét Friðriksdóttir fjölmiðl? Það er nú ekki hlutlaust. Jú, en ég meina ekki, ég veit ekki hvað það heitir. Nei, ég man það ekki heldur, en já, það er alltaf hlutlaust, Og ég meina, við vitum alveg hvernig málgögnin virka á allar áttir og hvernig það er. Ef einhver ætlar að halda því fram að Morgunblaðið sé hlutlaus fjölmiðl, þá... Já, en svo þekki ég fullt af hægra fólki sem að finnst RÚV ekki vera hlutlaus fjölmiðl til dæmis á móti. Það er þetta ideal barátta sem er í gangi, þessi hugsjóna barátta. Þetta er áhugavert. Það sem að allir eru einhvern veginn að reyna að múlbinda andstæðinginn án þess að tapa sínu frelsi sjálfir. Mér finnst þetta frábært þetta með þegar ég heyri hægri menn halda því fram að RÚV sé með vinstri slagsíðu. Hefurðu tekið eftir því hvað eru margir fyrrverandi RÚV starfsmenn sem eru núna komnir inn á þing
eða í hérna, sveitarstjórnarpólitík, þeir eru allir í hægri flokkum. Já. Það enginn af þeim. Jú, Sigmundur Ernir, hann var alltaf ekki einu svona RÚV, hann var á Stöð 2. Nei, hann var á RÚV. Nei, hann var ekki á RÚV. Nei, ég er að segja hann var ekki á RÚV, segi ég. Já, þú veist, hann er eini vinstrimaðurinn sem ég man eftir sem kemur úr fjölmiðlum. Mér finnst bara stór hættulegt að því við erum öll eitthvað, skilur, við erum öll, þú ert hægri maður eða vinstri maður eða miðmaður eða hvað að þú þurfir að fara að gera grein fyrir. Segjum til dæmis að það er hneykslismál og þú ert alveg að flytja fréttir af því að ráðherra þarf að segja sér að þú þurfir að gera grein fyrir því og segja, þú veist, þetta er vinstristjórn, þú mátt ekki fjalla þetta því þú ert hægri maður að vinna hjá RÚV. Eða öfugt. Mér finnst þetta bara mjög hættulegt. Erum við komin á þann stað að við getum ekki treyst neinum nema okkar nánustu flokksbræðrum til að fjalla íslenskt mannlíf? Nei, ég er ekkert eitthvað að horfa á fréttir og vera bara eitthvað, þú veist, þessi fréttamaður, ég þarf að fá að vita í hvaða flokk hann er. Nei. Svo ég viti hvort að margt taka á þessar fréttir. Ég hef aldrei pælt í þessu fyrr en að þessi fjölmiðlamenn síðan, þú veist, fara út í pólitík. Þá er ég oft bara eitthvað, já, ok, þetta hægri maður, ég veist ekki. Já, stundum maður hissa, maður bara eitthvað, ég hef aldrei giskað þetta en alltaf. Og ef eitthvað þá er það bara til marks að viðkomandi hafi verið faglegur í sinni vinnu. Algjörlega. Ef það kemur óvart að fréttamaður sem er búinn að fylgjast með árum saman hafa allt í einu skráð sig í Viðreisn eða Samfylkinguna eða Sjálfstæðisflokkinn eða eitthvað og þú er bara, já, ok, ég sá hann ekki þarna megin fyrir mér. Það er eiginlega alltaf þannig, sko. Þá er það bara til marks að viðkomandi hafi verið faglegur í sínum störfum. Nákvæmlega. Þetta er allavega áhugaverð pæling. Ég þarf kannski að kynna mér þetta betur, ekki það að þetta kannski varði svona dúdapodcast eins og okkar mikið, sko. Já, ekki fyrst að podcastinu með málið. Kannski hefði þetta breytt einhverju ef þessi dómur hefði fallið og við hefðum þurft að fara að skrá okkur sem fjölmiðl. Og þá hefðu þurft að fá hérna þriðja manninn sem verið harður sjálfstæðismaður. Þurfum í annað skattaþrep og þurfum að vera með aldurstapmörk og þú veist, það eru svona einhverja annmarkanir sem fylgja. Ég veit ekki, það er mjög áhugavert, en hérna ég áttaði mig sannlega á því þegar við byrjum að tala þetta, við vitum ekki nógu mikið þetta var áhugavert. Við þurfum að fylgjast aðeins með þessu. Já. Ertu búinn að horfa eitthvað á HM í fótbolta? Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég bæði horfa ekki á fótbolta og það er allt svo ógeðslegt í kringum þetta. Ég myndi ekki horfa á þetta upp á stemninguna, sko. Já, sko, nú er fótboltinn byrjað að rúlla og riðlakeppnin er svona hálfnuð hér bil. Og fótboltinn hefur verið bara nokkuð góður. En allt annað, það búið mjög áhugavert hvernig umræðan var fyrir þetta mót. Já. Hræðslan við og við vorum alltaf að deila fréttum og svona, þú veist, þeir voru að meina, þú veist, það fá engir stuðningsmenn frá Íran að koma inn í landið til að horfa á sitt lið spila fótbolta. Þeir eru meira sem búin að Bandaríkjamenn eru bara búin að, þú veist, sko gera í því að gera Írönum erfitt fyrir. Íranir hafa þurft að dvelja í Mexíkó og hoppa nánast samdægurs yfir landamærin til Bandaríkjanna og drífa sér svo beint upp í vél aftur eftir leik. Þannig að það er ekki eins og þessi að fá kjöraðstæður til að reyna að ná árangri á sem móti eins og önnur lið fá. Og þá var meira að segja frétti í vikunni það eftir fyrsti annar leik hjá Íran að yfirvöld í Bandaríkjunum ráku svo mikið eftir þeim að þeir sem voru svona, þú veist, svo tognaðir eða þurftu aðhlýningu, þurftu að fá nudd eða eitthvað eftir leik, það þurftu að gera það í vélinn á leiðinni yfir landamærin. Men það var ekki hægt að sitja og bíða í hálftíma á meðan og þú veist, nuddar hér mann sem er komið krampa eftir að spila í hitanum í 100 mínútur. Það var bara, nei, rúta beint út á flugvöll og svo er verið að reyna að nudda menn í flugvélina. Þetta náttúrulega skiptir íþróttamanni máli að hann komist strax undir réttar hefndur og geti farið í réttu sturtuna og jafnvel kalt steypibað eða hvað sem að þarf, þú veist, til þess að jafna sig og að því að menn þurfa að spila annan leik eftir 4-5 daga, sko. En Íran, þeim er bara ekki boðið það út af dollu. Og svo náttúrulega hafa verið aðra fréttir þarna. Já, sómalsku dómari sem að já, það hefur margt verið, þú veist, sem er náttúrulega bara rasismi, sko, þú veist, og hann endar á því að fá dæmi í Kanada og svo fær hann að dæmi í Evrópu, það er búið að bæta honum þetta upp með, hann fer að spila dæma stórleik núna í ágúst í Evrópuboltanum. Þannig að hann er nú ekki varhugaverðar en það. En að því að Bandaríkjamenn út af dollu eru búin að ákveða þeir hatt í Sómalíu og þá fekk hann ekki dæma þar. Svo á móti, sko, þá eru öðruvísi fréttir sem hafa verið áhugaverðar eins og til dæmis það að Kanadabúar eru búin að meina 2 leikmönnum að koma inn í landið. Annar þeirra hefur verið handtekinn og stendur yfir honum kæra í Evrópu fyrir veðmálasvindl og hinn hefur verið handtekinn
en núna laus. Hann var sem sagt leikmaður í Englandi, Ghana-búi, sem var leikmaður í Englandi og var ákærður fyrir nauðgun þar. Já. Og núna að spila á Spáni, hann reyndar samningslaus og fær væntanlega ekki nýjan samning út af þessum málum. Það eru svona 5 konur búin að saka hann nauðgun. Okay. Og hann í landsliðinu á Ghana og Ghana menn ætluðu bara að koma með hann. Heyrðu, hún var meinuð innganga í Kanada, þannig að ég veit ekki hvað Ghana verður þurfa að spila marga leiki þar en hann fara alltaf ekki að spila leikina sem spila í Kanada. En hann í Bandaríkjunum og meðan og þá voru meira að segja myndir í vikuna á honum þar sem hann var, fór í heimsókn á eitthvað svona knattspyrnuskóla hjá ungum börnum í Bandaríkjunum og var bara eitthvað svona, þú veist, að því hann mjög frægur og var að spila fyrir Arsenal og það var enda mjög umdeilt að það vissi allir í Arsenal, það voru opið leyndarmál í Englandi, af því að þar eru náttúrulega lögin þannig að það má ekki nafngreina menn fyrir en dómur fellur. Já, einmitt. Þú veist eins og við sáum í Gylfa Sig hérna á Íslandi þegar hann var ásakaður úti að þá vissum við öll hérna heim og vorum öll búið að nafngreina og tala en það mátti enginn segja nafnið hans uppátt í Englandi og það er eins þarna. Hann spilaði í 3 ár fyrir Arsenal í Englandi, þessi leikmaður sem heitir Thomas Partey, þangað til hann fór í fyrra. Og það var mjög umdeilt að Arsenal skyldi hafa haldið áfram að nota hann af því að þegar Gylfi var ásakaður hjá Everton þá bara fór hann. Já. Þeir bara riftu samningi og bara losuðu sig við hann strax. Já. En Arsenal gerði það ekki með þennan mann sem 5 menn ásakaða. Og þannig að það var umdeilt. Og það er svolítið spes að sjá, þú veist, að hann skulle bara eitthvað vera, þú veist, í einhverjum knattspyrnuskóla fyrir börn í Bandaríkjunum á meðan að Kanadamenn hleypa honum ekki inn í landið af því að mögulega nauðgari. Já. En Bandaríkjamannum er greinilega drull. Þeim er drullu saman. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Þannig að umræðin er búin að vera mjög ljót í kringum og mótið og svona, þú veist, fréttir eins og það að þú mátt ekki hafa þín eigin vaskflösku með þér inn á völlinn af því að þeir þurfa að selja rándýrt vatn. Þú veist, það er ekki eins og það sé ekki hitabylgja í gangi og svona, þú veist, en endilega hugsa frekar bottom line heldur en hag fólks. Akkurat. Og náttúrulega miðarnir búin að vera dýrari en venjulega, er ekki? Jú, svo náttúrulega miðaverðið er alveg upp úr öllu valdi. En svo byrja mótið og þar kom eiginlega svona, það sem er eiginlega búið að vera svona það versta fyrir kannski, skulum við segja, Bandaríkjamenn og ráðandi öfl í Bandaríkjunum, er hvernig mótið sjálft hefur farið fram. Af því að það hafi ekki verið neinir árekstrar. Allur hræðslu áráðurinn alla þessu útlendingar sem voru á leiðinni inn í landið hefur ekki skilað sér. Nei. Þarna hafa bara, þú veist, Gamerjar og Króatar og Skotar og Haítibúar og Mexikóar og þú veist, það eru bara ægir alls konar menningarhópum saman eins og gerist alltaf á HM eða Ólympíuleikum. Stuðningsmennirnir eru bara hittast í miðborgin einhvers staðar í Boston og New York og Kansas og eitthvað og það er bara þjóðhátíð. Og allt fer vel fram. Einmitt. Og ég sá svona myndband í gær þar sem einhver sagði að þetta er eiginlega martröð hægrimannsins í Bandaríkjunum. Já. Af því að þeir eru búin að hamra svo á því að þetta fólk megi ekki koma inn í landið. Já. En hér er allt þetta fólk mætt nema Sómalar og Íranir. Einmitt. Og þetta er bara að fara rosalega vel saman og fólk er bara að sjá kjötkveðjuhátíð í hverri borg og rosa bara mikið gleði og stuðningsmenn það er, þú veist, það er ekkert verið eitthvað að slást mikið eða neitt. Þannig að, þú veist, HM er sitt eigið afl og ég vissi þetta alveg sko, þetta gerist alls staðar, þetta gerist í Rússlandi til dæmis, þar var allt mjög umdeilt áður en kom á mótinu. Já. Svo þegar fólk var mætt til Rússlands þá var þetta bara fjölmenningapottur og Pútín gat ekkert gert neitt við neinum þar. Nei. Og hafði örugglega einhver áhrif á tíðarandann í Rússlandi að einhverju leyti. Það er spurning hvort þetta næri eitthvað í gegnum búbluna sem margir Bandaríkjamenn búa við núna. Já, erfitt með ímynda mér það er ekkert sem getur hreyft við þessu fólki. Já, nei, þetta er allavega mjög svona áhugavert. Þú veist, við erum kannski að taka smá séns með því að hrósa HM og fólki á HM fyrir að fara vel fram í miðjumóti. Já. Það er alveg nægur tími fyrir eitthvað að gerast, sko. Já, en svo er þetta líka svo fyndið, sko. Við fögnum því alltaf svo mikið þegar fólk gerir bara alveg lágmarkið sem er bara að drepa ekki hvert annað. Þú veist, þetta er ekki flókið. Alveg eins og bara, þú veist, verslunarhelgi, við erum bara eitthvað, það var einhver nauðgað? Já. Það á ekkert að vera frétt. Nei. Það á bara að vera standardinn. Það ætti ekki að vera fréttin, þú veist. Nei. Til hamingju, þú ert ekki nauðgað, það er bara eitthvað, please ekki óska mér til hamingju með það. Það er bókstaflega lágmarkskrafa. Það er minnsta sem ég get gert. Já, minnsta. Ég gæti ekki gert minna en það. Nei, það er ekki nauðgari. Þetta er alveg, þetta er svona eins og þegar ég man, það fór alltaf svo ógeðslega töðan á mig þegar ég átti lítil börn. Já.
Núna náttúrulega ég bara fullorðna menn, þannig að það ekki það sama. En ég man að fór alltaf í töðunar mér þegar mér var hrósað fyrir það að vera góður pabbi. Já. Og ég var alltaf bara á hverju byggir þetta, bara það að ég inn í húsinu á sama tíma og þeir. Ég meina, þú veist ekkert. Já, þú halda þeim á lífi. Já. Þú veist ekkert, kannski læsi ég það í skápinn undir stiganum eins og Harry Potter á kvöldin, þú veist ekkert. Mamma þeirra fekk aldrei svona hrós. Nei. Þú veist, þetta er svo mikil hræstni og þetta er mér finnst það svo glatað að sko, markið fyrir pabba er svo lágt að bara það að vera á staðnum er bara nótið þess að við fáum hrós og það er bara ekki lagi sko. Þannig að ef þið eru að núti að hrósa einhverjum pöbbum bara fyrir það að vera innan börnin sín oftar en ekki og það er ekki nóg til þess að vera góð. Þetta hljóma líka eins og það bara heyri bara til einhverja undantekninga að feður á Íslandi setji staðar fyrir börnin sín. Það er það sem ég heyri þegar ég heyri eitthvað svona. Hvað, er það sjálfgefti eða? Já, nákvæmlega. Þú veist að ég sé með börnunum mínum á 17. júní eða eitthvað. Akkur er verið að hrósa mig fyrir það? Akkurat. Þetta er mjög áhört. En kannski, svo við förum aftur til Bandaríkjanna, kannski er ástæðan fyrir því að HM hefur farið friðsamlega fram svona fyrir helminginn, er svo að íþróttaunendur í Bandaríkjunum voru náttúrulega mjög uppteknir af öðrum íþróttaviðburði. Já. Og það voru blandaðar bardaíþróttir á graslóð Hvíta hússins í Washington. Sem sagt á afmælisdag Donald Trump, áttræðis afmælisdag hans, var ákveðið að fagna 250 ára afmæli Bandaríkjanna með því að henda í UFC bardagakvöld á lóðinni fyrir fram Hvíta húsið. Og sástu einhver myndbönd af eins og walkout myndböndum þar sem menn voru að byrja inni í albardaganum að það var Bandaríkjamaður og ég veit ekkert hvað hinn er, Topuria, hann er einhver austartjálsmaður held ég. Og Bandaríkjamaðurinn, hann byrjaði inn í Oval Office fyrir fram að skrifborð forsetans. Lappar út úr Oval Office á meðan það er eitthvað svona, þú veist, eitthvað rock tónlist eitthvað í gangi og út úr og fram á út á verönd og niður tröppurnar og inn í búrið. Það var walkoutið hans, hann byrjar fyrir framan skrifborð forsetans. Og þetta er já, þetta er búið að vera mjög umdeilt, svo ekki sem er sagt. Það sitt sýnist hverjum. Sumum finnst þetta náttúrulega frábært og þarna hafi Bandaríkin sýnt sitt rétta andlit. Og meðan aðrir gagnrýna þetta fyrir að þarna hafi Bandaríkin sýnt sitt rétta andlit. En á neikvæðan hátt. Já. Sko ég sá náttúrulega bara þessa frægustu klippu af gaurinn sem var, ég sá náttúrulega gaurinn sem var fullur í vigtuninni sko. Já. Og ældi. Já. Og svo þá myndi bara af þeim sama manni að segja að Michelle Obama væri karlmaður. En sko, það besta sem ég hef séð á samfélagsmiðlum þetta var að það var einhver sem að postaði og sagði það skal enginn segja mig það að Mike Judge eigi ekki tímavél. Já. Af því að þetta er idiocracy. Þetta er idiocracy. Og þú veist, hann getur ekkert hafa óvart gert þetta svona nákvæmlega. Ég man þegar það voru einhverju háskólameistarar á fyrri forsetatíð Trump, það voru einhverju háskólameistarar sem kom í heimsókn, eitthvað liðið, og hann bauð í McDonald's veislu. Hann gerði þetta náttúrulega við íshokkiliði líka? Já, það var eitthvað svona. Það var hérna á áféleikunum? Og það er náttúrulega núna eru, þú veist, eitthvað 7 ár síðan, 8 ár síðan og maður bara eitthvað neðar verður ekki komist í lágmenningu Bandaríkjanna. Þarna er búið að lágmenningavæða Bandaríkin eins lágt og það verður komist. Og þeir voru bara eitthvað, nei, þið getur farið neðar. Já. UFC bardagakvöld á lóðinni fyrir framan Hvíta húsið. Já. Og þetta var mjög... Og náttúrulega Marco Rubio mætti í allt of stórum skóm. Þetta skómál er náttúrulega bara... Ég skil, akkur er hann ennþá í þessum skóm? Á hann ekki aðra skó? Af því hann er svo hræddur við Trump greinilega. Trump gæti tekið eftir ef hann er ekki lengur í skónum sem hann gaf honum. Já, já. Þannig að hann er bara tilneyddur. Ef hann er einhver staðar með forsetanum sínum, þá verður hann að vera í þessum skóm sem eru 4 númerum og stór. Það var alveg líka frábær mynd þarna, sem var einhver tekin svona mynd af einhverjum gaurum að glíma, einhver konur niður í gólf. Já. Og Trump var sofandi í bakgrunninum. Hann er alltaf svo gamall, hann sofnar á flestum viðburðum sko, það skiptir engu máli. Ég veit að hann sofnaði líka á NBA úrslitunum þar sem hann eyðilagði öll watch party fyrir öllum í New York. Það var allt, ángríns, ef New York
sko, hann mætti á fyrsta heimaleikinn og þeir unnu fyrstu 2 útileikina. Þeir voru sem sagt ekki með heimaleiki rétt. Þannig að fyrstu 2 leikinni voru útivelli og 8 leikurinn ef til hans hefði komið, hefði verið útivelli. Þeir unnu fyrstu 2 útivelli, þannig að þeir koma til New York. Þetta lið sem hefur ekki unnið titilinn í 53 ár. Og allt sem við vitum um New York við vitum að þetta körfuboltabærinn í Bandaríkjunum. Þetta mesti körfuboltabærinn. Þeir lifa fyrir Knicks. Og þeir eru búin að bíða eftir þessu og þeir eru 2-0 yfir að koma með liði til New York næstu 2 leikir á heimavelli og þeir eru 4 til að vinna titilinn. Og Trump mætir, en það sem meira var, þetta lið var sjóðheitt, þeir voru búin að vinna 13 í röð í play-offs, þeir voru búin að sópa 2 liðum í röð út og voru svo 2-0 yfir þarna. Hann mætti á völlinn, þá baulaði á hann á vellinum og þeir töpuðu. Ef að New York Knicks hefðu, að því að sko New York búið hata hann. Þeir hata hann. Þeir þekktu hérna snákaolíu sölumanninn, löngu áður en hann var forseti, betur en allir aðrir. Þurftu að díla við hann árum og áratugum saman. Og rasismann í honum og rugli í honum og lögsóknirnar og allt þetta áður en hann var forsetaframbjóðandi. Ef að hann hefði skemmt Jujuið og orðið til þess að New York hefði tapað niður 2-0 fórystu í þessum fyrsta möguleika á titli í 53 ár eða eitthvað. Ég veit ekki hvað hefði orðið, sko, hvort hefði, þú veist, dáið á undan bara New Yorkarar úr bræði eða hann, skilur. Það hefði verið rosalegt, en þeir voru náttúrulega funnheitir og unnu næstu 2 í röð. Þannig að þeir voru kláruðu titilinn á endanum, en ekki honum að þakka. Ekki honum að þakka. Ekki honum að þakka. Nei, og það náttúrulega... Og enn og aftur, þá sáum við þar partí, fjölmenningapartí dauðans, sko. Og á götum úti í Brooklyn, ég er búinn að sjá þvílíkt myndböndum af hann og við náttúrulega horfðum báðir á umfjöllun Jon Stewart í vikunni sem náttúrulega var þarna og fóru götur út eins og allir aðrir New Yorkerar til að fagna. Og það var náttúrulega því að þeir kláruðu titilinn í San Antonio sem alveg í Texas, sko. Þannig að þú veist, þeir sem þá voru einhver örfá celeb, Ben Stiller og eitthvað svona á vellinum. Allir aðrir voru heim í New York og fóru bara út á götur í partí, sko. Já, að horfa, þeir voru með skjávarpa. Það var heldur gott, sko, fólk var að fara út á brunastegana. Með skjávarpa og varpaði upp á húsið á móti. Og fólk var bara út á götu að horfa á leikinn. Þetta var svo geðið. Sko, við höfum nú oft talað um það síðustu ár. Bara ég myndi aldrei vilja búa í Bandaríkjunum eins og staðan þar núna. Þarna hugsaði ég, ok, ég gæti mögulega hugsað mér að búa í New York. Já, ég held í alveg að þetta sé svona á fleiri stöðum. Já. Þú veist, þetta er ekkert eins og Bandaríkjun sé eitthvað svona hellhole sem erfitt að ganga göturnar og annað slíkt. Það er bara þessi sko bæði, þú veist, við landamærin að komast inn í landið og út ef þú ert búinn að gagnrýna Trump á netinu eða eitthvað og svo náttúrulega hitt og það er bara þessi æsógn fyrir utan það náttúrulega að þú veist, líkurnar á byssuárásum með eitthvað álíka óbyrðisárásum í Bandaríkjunum eru hærri en annars staðar en ég meina eins og ég var nú aldamótin í bara hjartlandan í miðri Bandaríkjunum, Biblíubeltinu í Oklahoma. Ég var aldrei var við að það væri svona einhver skautun og það væri verið að sýna mér á neitt nátt einhverja hluttekst sem útlendingur eða eitthvað, sko. Enda ertu hvítur? Já, kannski slattir hvítur frá kristnulandi og eitthvað, sko. Heitir Kristján? Já, nákvæmlega. Hvað ætlaði að gera um mig? Ég heiti Christian. Já, nákvæmlega. Þú sleppur. Já, nákvæmlega. En talandi um fólk á götum úti. Það voru óeirðir í vikunni í Belfast. Ok. Sástu það? Nei. Ég er bara einhvern veginn ekkert búinn að fylgjast með. Það var sem sagt andlega veikur innflytjendasonur af múslimættum sem að skar hvítan mann á háls. Já. Á götum úti og þetta var mjög hrottaleg árás. Þarna hefur eitthvað geðrof átt sér stað. Hvort sem og það breytir engu hverjar ástæðurnar eru fyrir. Hvort að hann hélt með röngu fótboltaliði eða þetta er trúarlegs eðlis, þú veist, múslimi gegn kristnum eða kaþóliki gegn mótmælendum, það skiptir ekki máli. Eða hvort þetta var Pokémon-erjur, þú veist, það skiptir ekki máli. Það sem, þú veist, maður sem gerir svona er andlega veikur og það er ástæðan. En þannig náttúrulega tóku Alt-Right öfgamenn í Belfast þessu ekki. Þetta myndi á óeirðirnar sem urðu í kringum Southport í Bretlandi fyrir 2-3 árum. Þegar að annar svona andlega veikur maður af innflytjendaættum réðist inn í dansskóla og stakk börn til bana. Hræðilegt alveg. Já, hræðilegt.
og í kjölfara þá eru óeirðir þar sem að moskur voru brendar og annað slíkt áður en sko bara, þú veist, það gerist bara nóttina þar, þú veist, bara lögreglan náði ekki að gefa út þær upplýsingar að þetta væri ekkert eitthvað múslimatengt, þú veist, það tilviljun að hann innflytjandi frá múslimalandi, það ekki ástæðan fyrir neinu sem gerist hér. Nei. En þeir nota þetta sem átyllu til þess að fara og brenna moskur og þetta gerist í Belfast aftur núna. Það sem fannst eiginlega ógnvænlegast við þetta, því að við náttúrulega horfum á allt svona gegnum okkar eigin kýrauga, var að þegar að, þú veist, maður sá Nigel Farage, leiðtogi stærsta flokks Bretlands í dag og mögulega næsti forsætisráðherra þar, mjög mikill öfgahægrimaður og tækifæri sinn í Trump-ættina. Stökk náttúrulega strax til og fór að tjá sig meira að segja í þingi það að þessi árás væri sönnun þess að við lægjum undir árás heima hjá okkur af skítu útlendingunum og allt það. Og svo þið bara einhver svona 2 daga uppþot í Belfast. Það sem að allt sem að gat mögulega verið frá einhverjum tengt múslimum eða íslam var bara brennt. Og fólk var í hættu í hverfinu sínu og heima á sér og lögreglan þurfti að berja þetta niður. En á meðan á þessu stóð, þá ég sá umfjöllun það á fjölmiðlum heima og annað slíkt, að það voru hægri öfgasinnar á Íslandi sem voru bara mjög ánægðir með þetta og svo þetta á leiðinni hér líka. Bíðið bara að okkar dagur kemur hér heima og annað. Og ég spyr mig, erum við bara á þeim stað að alveg eftir í Southport í Englandi eða í Belfast á Norður-Írlandi að það eru einhverjir öfgahægri guttar á Íslandi sem eru bara að bíða eftir svona átyllu til að geta þotið út á götur og farið að brenna allt sem að þeir halda. Þú veist, þetta svo ókveikjandi að við séum, þú veist, að sitja hérna í bongoblíðu og annað og ræða þetta í róleitum og hugsa með okkur, þetta gæti gerst á morgun á Íslandi eða eftir mánuð eða eftir ár, við erum í rauninni bara að bíða en við vitum að þetta kemur. Þetta bara púðutunna sko og það sem að, ég sé þetta svo mikið, ég sé fólk á samfélagsmiðlum bara það bara í fullri alvöru bara við verðum að hætta að taka við hælisleitendum og innflytjendum, þetta allt of mikið, þetta að springa. Og ég bara horfi kringum mig og ég segi bara í fyrsta lagi þá náttúrulega sko, þetta nánast alveg bara, þú veist, búið sko snarminka inn straumur hælisleitenda og flóttamanna til Íslands. Við náttúrulega getum ekkert loka landamærunum, það bara brot á EES-samningnum sko og Schengen. Þú veist, við erum í Schengen, við verðum að virða það. Og það eru nánast engir flóttamenn að koma til Íslands nema bara einhverjir örfáir frá Úkraínu. Það var tilkynnt í vikunni að 19 manns fá ríkisborgararétt á Íslandi svona í þessari umferð sem helmingi minna en fengu í síðustu umferð og næstu þrefalt minna en fengu fyrir 2 árum. Þetta alltaf mikið. Og þá var miðju hægri stjórn við völd á Íslandi, þannig að þetta ekki einu sinni vinstri að hægri umræða. Nei, þetta það. Það bara verið að fara faglega í hverja umsókn og það bara tilviljanir sem ráða því hvort þetta upp eða niður það árið, en það engin alda að skella á okkur. Þetta bara fagleg. Ég sá súluritt bara yfir þróunina og það búið að minnka ár frá ári, síðustu 5 eða 6 árin held ég, og jafnvel lengur, búið að minnka koma flóttamanna og í dag þetta bara minna en þetta hefur verið mjög lengi og þessir sko múslimahatarar geta alveg andað rólega því að þetta eiginlega bara fólk frá Úkraínu sem að koma hérna í dag og fólk talar eins og það sé bara eitthvað neyðar ástand og ég horfir bara í kringum mig og ég segi það bara allt í góðu lagi hérna. Jú, það kom alveg upp hræðileg mál. Þú veist, þau koma líka upp á meðal Íslendinga eða á meðal Pólverja eða Úkraínumanna eða eitthvað sem að gera eitthvað af sér hér á landi. Miðað við fjölda innflytjenda, innflytjendur eru, ég veit ekki hvað, 20% eða eitthvað landsmanna, ef ekki fleiri, sem eru á erlendum uppruna. Og þú veist, ég held að, fyrir utan, fólk sem tengist einhverjum skipulegum glæpahópum, sem vissulega vandamál. Það er vandinn, ekki flóttafólk. En það allt fólk sem komið í gegnum Schengen. Þú veist, það fólk frá Austur-Evrópu sem við getum ekkert bannað að koma hingað, af því það bara í Evrópusambandinu. Og þú veist, ég meina, það er mikið talað bæði, Eystrasalts
löndin sko, þessi koma þaðan og frá Albaníu og eitthvað svona. Já. Við getum ekkert gert í því sko. Nei. Þetta er ekki hælisleitendur sko. Þetta er bara fólk sem kemur löglega inn í landið og er hérna löglega. Já. Hælisleitendur held ég að séu bara nánast ekki að fremja neina glæpi á Íslandi sko. Já. Og sérstaklega ekki ofbeldisglæpi. Já. Og fólk talar bara, og sko fólk trúir bara öllu. Sko vandinn við confirmation bias er líka það að þú lest glæpi í fréttunum á hverju degi. Já. Þú veist, það er eitthvað, það er hérna, ofbeldi hér, þá slegist á götum úti hér og svo að vera að fremja rán í einhverju Skarkibæðarslun og svo er hérna heimilisofbeldi og svo er einn maður ákærður fyrir morð og og við erum meira sem með stór og nafntóku mál eins og hérna Gufunesmálið og eitthvað svona hérna á Íslandi sem að, fólk fylgist með. En svo fremur einn brúnn maður ofbeldisglæp og þá stökkva allir til. Þetta er vandamálið. Já. Og það er confirmation bias, það er þegar þú ert að bíða. Það er eins og ég myndi bara ákveða, allir rauðhærir eru siðblindir og í hvert sinn sem einhver rauðhærir, við sáttvarpmenn, og í hvert sinn sem einhver rauðhærir gerir eitthvað af sér, þá myndi ég stökkva inn á Facebook og segja, sjáu þið, við þurfum að senda alla rauðhæra úr landi. Þú getur verið fljótur að samfara sjálfa þig hvaða þjóðfélagshóp sem er. Káeringar. Við þurfum bara að úthýsa káeringum. Þeir eru hættulegir. Já, skautun er náttúrulega, káeringar er ekkert eitthvað í einhverju hættu á því að verða fyrir aðkasti sem einhver minnihlutahópur á Íslandi eða rauðhært fólk. En minnihlutahópar eins og viðkvæmir hópar eins og transfólk eða flóttafólk. Eða örvhentir. Já, segðu, eða örvhentir. Það er enda rétt, ég veit það, við í örvhendafélaginu, ég ætla ekki að uppljóstra neinu en við erum með plott í gangi. Ég skil. En þetta er bara svo, það er búið að ákveða eitthvað og það skal allt nota sem afsökun. Já. Þannig að ef við vöknum upp einn daginn og erum að ganga í gegnum 2-3 daga eins og Belfast búar gengu í gegnum þessa síðustu viku. Það eitt og sér er bara alveg hræðilegt og sorglegt og náttúrulega ekki síst það er eins og í Belfast að þessi maður sem var fyrir árásinni fjölskyldan hans var bara fullu í vikunni við viljum bara leyfa okkur að syrgja í friði og melda þessar upplýsingar og annað getið bara please ekki okkar nafni verið að brenna bíla á götum úti og valda skemmdum hérna. Eins og fólk eigi ekki nógu erfitt að þurfa að díla við sem aðstandendur svona hryllilegan atburð í sinni nánustu fjölskyldu að þurfa líka að díla við það að það er verið að gera eitthvað svona í þínu nafni og þurfa að vera að beina þinni athygli í það og gefa út yfirlýsingar og jafnvel tala til fólk sem að sýna stillingu og sonur okkar hefði ekki viljað þetta og eitthvað svona. Tillitssemin er ekki nein fyrir neinu heldur en bara sínum eigin fordómum þarna. Nákvæmlega. Og ég vona að það sé rangt hjá mér en maður óttast þegar maður sér svona ummæli hérna heima þar sem að menn lýsa beinlínis yfir ánægju með þessar óeirðir og þetta uppþot í Belfast að við hefum ekki eftir að, ég vona að ég hafi rangt fyrir mér en ég óttast að við hefum eftir að vakna í bita inn. En hvað er það? Eigum við ekki að reyna að enda þetta hlaðvarp á aðeins jákvæðari nótum? Endilega. Mér langar svona síðasta hugleiðing að því að nú er ég að fara í frí. Já. Og við erum ekki að fara að sjást fyrir bara verslunarmanna helgina. Þetta verður þungur mánuður. Það verður erfitt. Hjá Krummabræðrum. Já. Eins og gerist alltaf þegar ég er á leiðinni í frí og er ég búinn að vera að farast úr stressi. Já. Og mér langar að spyrja þig, gerir þú þetta líka? Mér grunar að það sé fullt af fólki sem gerir þetta. Það er bara gátlistinn ofar öllu. Ég talaði um hann í síðasta þætti og hann gjörsamlega sigraði mig hérna síðustu vikuna. Og það þarf alltaf að vera hotrétt og í röð, skilur bæði í vinnunni og heima og allt saman, eins og ég segi, maður getur ekki farið í frí nema það eftir að, þrífa hvern einasta krók og kima og allan pakkan. Það er eftir að gera það? Nei, nema ég sé búin að því, ég menn það, ég sé búin að því. Og ég svona pásaði mig einhvern veginn niður í gær og sagði bara, hvað erum við að gera? Já. Anda inn og anda út og það er bara bongo. Og þú ert á leiðin til Spánar í mánuð, lífið geta alveg verið verra og hverjum er ekki sama þó svo að það sé ekki allt fullkomið. Af því að við erum alltaf að elta gátlistan í daglegu lífi en við erum líka svona sátt við það að hann lengist alltaf í hinn endan. Skilur, þú nærð aldrei að klára gátlistan í lífinu.
alveg sama hvað það er, hvort Nei. sem það er persónalega, professionalega, hvað sko, þú ert alltaf að elta eitthvað. En svo hjá mér einhvern veginn, þegar það kemur frí, þá þarf alltaf að vera fullkomið svo ég geti notið frísins. Ok, ég ætla núna að hryggja þig með því að ég tengi bara ekki neitt. Ertu ekki þessi típa? Ég er bara ég get alveg farið burt frá bara, ég get alveg farið í frí með bara óhreint leirtau í vaskinu þess vegna sko. Bara, þetta er bara framtíðarvandamál sko. Ég er ekki þar sko, ef það er sokkapar óhreint heima hjá mér, þá get ég ekki farið til Spánar. Nei, þarna er sko, kannski það bara einmitt að því að ég er með svo mikinn athyglisbrest að þú veist, það skiptir ekki máli, ég er hættur að hugsa um þetta leið að koma til dyrnar sko. Já, kannski það, gleymir því jafn nú, þannig til þú manst aftur. Já, get ég kem heim og ég bara, ég vildi ég hefði gert þetta áður en ég fór. Skilurðu, þá sé ég eftir því, en nei, ég er ekki, og mér er þess að ætti ég að vera stærk, ég er náttúrulega að fara í viku til London bráðum og viku eftir það er ég að fara að hjóla þarna að drepa mig upp á fjöllum á gravelhjóli og svo bara mjög fljótlega eftir það er ég að fara að flytja. Þannig að ég ætti að vera miklu stressaðar en ég er sko. Ég er ekki viss um að ég myndi bara hreinlega lifa það af að vera í þínum sporum sko. Nei. Þú værir alveg góður í mínum sporum. Já. Verður á leiðinu til Spánar í mánuð, skýtt mér leirtauið. Ég þarf ekki að díla við að finna eftir mánuð. En þín dagskrá hérna, þú ert búinn að vera á Þjóðleikhúsfjölunum og svo, þú veist, ofan á vinnuna þína. Haldið því til haga. Já, ég tók mig frí. Allt annað í lífinu sko. Já, þú veist, hvað, er ekki að það frí eða eitthvað? Já. Og hérna, en þú veist, ofan á allt annað, þessi dagskrá hjá þér eiga að, þú veist, vera að æfa fyrir hjólið og svo líka á leiðin til London á námskeið og ég er að fara í námskeið. Og svo að fara að flytja. Bara það að vera að fara að flytja eftir mánuð myndi nánast lama mig. Bara ég get ekki farið í útlegu þetta sumarið, ég er að fara að flytja. Ég geti það ekki, sko. Nei, ég er að fara sko námskeið næstu viku í Þjóðleikhúsinu. Svo vinn ég viku, svo fer ég til London í viku, svo er vika frá því ég kem heim. Tæplega frá því ég kem heim og þangað til ég fer í ég þarf bara að leggast í fósturstellingu fyrir þína hönd hérna. Og síðan það er þetta 18. júlí og svo er ég að flytja þetta 1. ágúst þannig að þetta er pínu stíft sko. Ég held samt sko þegar við komum aftur saman og tölum saman í ágúst að þá muni ég hafa farið vissulega til Spánar í 4 vikur og þú hafir alveg klárað alla þína dagskrá og húsið er ekki brunnið til grunna og það er engin dáinn. Ég verð fluttur sko. Já, þetta mun allt gerast á endan þannig að ég held að það sé sko, við kennum alveg, ég stend mér stundum að ég hugsa ég mætti nú vera aðeins líkari mér í skipulaginu en svona mestmegnis það sem snýr að mér akkurat núna í þessum svona forfrískvíða Gæði gott orð. Ég var að búa þetta til að ég gæti alveg líka stundum verið aðeins meira svo þú. Sennilega er best að vera þarna mitt á milli. Já, ekki staðar. Ég held að ég sé aðeins og líklega með þetta stundum sko. Og ég er aðeins og tens, það er alveg á hreinu. Að vísu, það var mjög fyndið, ég fattaði einhvern fyrir 2 mánuði síðan eða eitthvað að vegabréfið mitt var að renna út og yrði runnið út áður en að ég fær út. Rann út í maí held ég. Og ég eitthvað, ok, það er best að endurnýja það bara strax, svo ég sé búin að því. Þannig ég fór, pantaði tíma og... Hver ertu og hvað gerðum við? Nákvæmlega, þetta var bara óvenjulegt fyrir mig. Ég bara eitthvað, herriði, við erum tímalega í þessu. Bara, sækjum, bóka tíma í... Þetta er náttúrulega svo þægilegt núna, þetta er ekki lengur þannig að maður mætir og býður í 3 klukkutíma eftir að komast af, sko. Nei, drullu þægilegt núna, sko. Bara bókar þetta á netinu og á bara tíma og mætir, myndataka, búið og svo bara fann maður tilkynningu. Svo er eitthvað, þetta er komið, þú veist, og maður fær tilkynningu sko þegar þetta er tilbúið og þá svona getur maður svona 2-3 dögum seinna þá er þetta komið til Sýslumanns. Þannig ég fæ það bara, frábært. Svo liði held ég 2 mánuðir og ég fór að sótti það. Þarna þekki ég minn mann, sko. Býtum við, ég er ekki að það bara, já, alveg rétt. Ég er bara að sækja það núna, sko. Það gat náttúrulega ekki verið að þú færði að sigla öllu ferlinu heim eins og ég myndi gera það, sko. Það gat ekki verið. Nei, það varði eitthvað undanlega. Alveg eins og það kemur alveg fyrir að ég fyrir að sofa á þess að vaska upp, sko. En þeir dagar eru sjaldgæfir. Já. Það er bara, þú veist, ég hef staðið með því að vera komin upp í rúm. Já. Fara fram til að vaska upp. Já, af því að það er ekki hægt að fara að sofa, bara, nei. Og þú veist, það er þvottur í þurrkaranum eða eitthvað, þú veist, og þá fyrir að flytja saman. Ég er hins vegar þannig að, sko, þú veist, þegar ég er, eins og, þú veist, nú bý ég ekki einn, sko. Sama hér, kona mín er ekki alveg eins og ég, sko. Nei, þannig þú veist, ég aðlaga mig að, þú veist, öðrum, sko. Þannig að, þú veist, ég fer ekki að sofa með leirtau í vaskinum þegar annað fólk er á heimilinu, sko. Nei. Þú
þú veist, þú veist, það náttúrulega bara, þú veist, reglur, skilur, bara maður bara vaskar upp eða setur í þvottavélina eða whatever eftir matinn og það ekkert farið í neitt annað fyrir að eldhúsið eru hreint, sko. En þegar ég var að leikstýra á Húsavík, þá kannski vaskaði ég bara upp morguninn eftir. Eitt fyrir norðan. Veistu hvað það fyrsta sem ég ger alltaf þegar ég einn heima? Vaskar upp. Þegar stelpurnar fór bænum, þú veist eins og Lilja fór núna annað ár í röð með dætur okkar í sauðburð á Hornafirði í vor og ég var svona einn í viku. Það fyrsta sem ég geri, ég kem heim úr vinnunni og húsið tómt. Þær eru farnar og þær eru hálfnaðar á Hornafjörð. Það fyrsta sem ég geri jólarhenginning. Það fyrsta sem ég geri, allt sem gæti mögulega þurft að gera. Ef það leirtau, ef það þú veist, þvottur, ryksuga, skúra, raða öllu á sinn stað. Af því að það besta vika ársins að því leytinu til að það ekkert out of place á heimilinu í heila viku. Og það bara svona, þú veist, Kristján er að borða með 1 disk og svo gengur hann frá honum strax í uppþvottavélina og þú veist, og það bara allt fullkomið í viku. Að öðru leyti en því að ég alveg skelfilega einmana. en það liggur við að það skiptir minna máli en hitt, sko. Við værum svo mikið odd couple ef við byggjum saman, sko. mér svo kært að fá viku þar sem ég bý ekki með 3 konum sem eru bara eitthvað, þú veist, don't give a fuck, sko. Ég með unglinga á heimilinu sem að þú veist hvernig þeir eru, skilur, að koma svona 3 hvern dag að þá komi 4 diska og 4 bolla og 4 hnífapör fram úr herbergi og sett bara svona einhvers staðar fram í eldhús ósýnilegi þjónninn klára svo að setja þetta í uppþvottavélina og þannig að þetta er minn luxus þegar ég einn, það að koma heim og þrífa, það er fyrsti dagur. Svo get ég slakað á hina 6. Og þegar ég sagði konu minni þetta fyrst og hún hefur sennilega aldrei verið jafn minna skotin í mér eins og þegar ég sagði henni þetta bara, þú veist, ég sá það og hún var að horfa á mig bara svona, þú er aldrei verið minna óaðlaðandi. Minna óaðlaðandi? Hún skildi ekkert. Hvað sagði ég? Minna óaðlaðandi? Ég sé meira minna aðlaðandi og meira óaðlaðandi. Þannig að ég viðurkenni það alveg, ég get alveg verið yktur í þessum málum. En engu að síður þá gátlistinn hann að styttast og sveimir þá, ég held ég megi fljúga til Spánar eftir 2 daga. Þetta sleppi. Og mér sýnist restin reddast. Ertu með eitthvað að lokum fyrir mig? Áður en við kveðjum hvor annan hér í mánuð? Já, þessu tengt að vissu leyti. Við þurfum að vera duglegir að hringja hvert í annað, bara við fólk almennt. Fólk hætt að hringjast á eins og við gerðum. Og bara vill svo til að bara núna í morgun þá hringdi gamall vinur í mig bara svona því að það var langt sem við höfum heyrt. Og ég ger þetta stundum líka, ég hringi svona í fólki bara svona, herðu, ég hef ekki heyrt þetta, við hittum svo oft, sko. Það er kannski sjaldnar, en þú veist, oft kannski bara, ég er ekki búinn að heyra í þessum í marga mánuði eða jafnvel ár eða eitthvað. Best ég hringi. Ég ger þetta öðru hverju, svona, við erum að hugsa til einhvers og hringi og við spjöllum og þetta er bara svo gaman og þú veist, þetta ekkert það sama á að spjalla á Messenger, sko. Nei, þetta ekki sami hluturinn. Og þess þá heldur að hittast, sko. Já, svo náttúrulega betra að þetta hittast í einu persónu. Að tala saman bara, þú veist, bara heyri fólki. Það er svo margt, sko, þú veist, blæðbreiðin og annað, þú veist, bara að heyra röddin í fólki, það er bara svo hlýjandi. Nákvæmlega, og nú erum við öll meira og minna að koma með þráðlausan búnað í bílinn eða, þú veist, Bluetooth eða whatever. Þú veist, þetta er svo næs sem maður er að keyra, þú veist, bara eitthvað Já, ég ger þetta mjög mikið í bílnum. Ég líka. Símtölun á leiðinni heim. Bara eitthvað, ég er ekki maður heyrið svo lengi, bara hvað er að frétta? Þú veist, þetta er svo... Bara láta fólk vita að maður er að hugsa. Já, að þú veist, þó svo að við séum ekki að hittast ofta því við erum orðin fullorðið fólk og það er alltaf mikið að gera. Þá er ég samt að hugsa til. Maður gleymir sér oft líka, þarna, sko, ég skrifa einhvern veginn pistil þetta og birti í Kjarnanum. Það sko hvað það er grillað að hitta einhvern sem maður hefur ekki hitt lengi en vita allt hann. Og ég skrifaði svona satírupistil það, þú veist hvernig það væri að hitta einhvern í Kringlunni sem að, þú veist, ég hef ekki séð 10 ár en ég veit allt bara svona hvernig er nýja bíllinn og hvað segja börnin hérna, þú veist, Andrea og Pétur gott sem þú hefur aldrei hitt. Sem ég hef aldrei hitt og þú hefur aldrei satt mig frá að því við höfum ekki talað saman í 10 ár og þú veist, og já, hvernig gengur hjá yngri dótturinni þarna í þessum leikskóla. Þú veist, og þetta er svona hljómar eins og maður sé stolkar, sko, en ég er bara með Facebook. Nákvæmlega. Var ekki Pétur litli á sundmótum síðust helgi? Já, annars þetta er nokkuð gott. Maður veit allt og viðkomandi veit allt mig eða þú veist að því að við erum öll á Facebook. Og
þetta mjög creepy en samt bara normaliserað af því að við erum öll á Facebook og það allir bara eitthvað, já, þú varst að gifta daginn og já, þú veist, og þessi veisla og það svona jafnvel erfitt stundum að segja frá einhverjum, maður fyrir á ættamót eitthvað og það enginn sem segir eitthvað, hvað er frétt að þér þessa dagana? Af því að maður bara eitthvað, það á Facebook. Já, nákvæmlega. Kíktu bara á vegginn minn. Kíktu bara á vegginn minn, ég meina, ertu ekki búin að fylgjast með það? Já. En eins og þú segir, þetta vanmetið að hringja í fólk og bara... Tala saman. Við hefum nú alveg pottitt eftir að taka 1 eða 2 símtölu eða FaceTime frá í Bríðuskaganum, ég ætla þetta að vona það. Á þessum 6 vikum, sko. Þetta er full mikið fyrir krummabræður. Já. En ég gerði þetta einmitt daginn, ég hringdi einn sem ég hafði ekki heyrt í 3 ár. Já. Og það var bara virkilega, hann var rosa lánan, þannig að ég er alltaf að hugsa til hinn, en svo er ég svo bara lélegur, ég hringi aldrei. Já, einmitt. Og nú ætlum ég að vera betri, þannig að boltinn er í hans horni og hann ætlar að hafa samband við mig núna næst. Og þetta er bara rosalega drjúgt og sérstaklega, þú veist, að því að maður eftir því sem við eldumst og þá rekum maður að sjá það að maður veit aldrei hvenær út tala vikni í síðasta skipti. Það er nefnilega svolítið þannig, sko. Það er helviti hart að vera kannski búinn að hugsa í allan vetur eða eitthvað, ég ætti nú kannski að heyri þessum eða eitthvað og svo bara allt í einu sérðu, þú veist, enn og aftur það sem þú vilt ekki sjá á Facebook, dánarfregnina. Þannig að þú veist, það er, þú veist, hringi í mömmur ykkar og pappa ykkar og allt það. En hringi líka bara í fólki sem að þið hugsi til en hafi ekki heyrt í lengi. Nákvæmlega. Ég lofa ykkur í langflestum tilfellum að þá er því bara vel tekið og þið verður mjög fegin á að gera það. Algjörlega. Algjörlega. En það ekki bara. Jú. Þá ætla ég bara að segja gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar. Mikið hlakkaði til þegar við komum saman aftur og báðir frá nógu að segja. Já, það verður fjör. Og Þú ert náttúrulega leiðin í hitabylgjur, ekki? Guð minn almáttur, ég byrjar að fylgjast með þetta er bara yfir 30 gráðum alla daga og byrjar þar og það er bara að fara að aukast þegar líður á sumari. Það er einmitt búið að vera þannig í Kraká, ég er náttúrulega að fara til Krakáur í ágúst, sko. En Kristján treystir á sjávargúluna. Ég er niður við Miðjarðarhafið. Já, ég verð það ekki, ég verð fyrir í Miðjurlandi. Og sjávargúlan síðast þegar ég var í þessu húsi fyrir 3 árum og þá gaf sjávargúlan helviti vel. Og þú ert með sundlu líka. Og svo er ég með sundlu, ég verð náttúrulega bara 3 á dag í þessari laug, sko. Já. Það er alltaf helviti. Það minna sólbað og meira bara að vera í lauginni. Ég fór bara ángríns, ég fór stundum bara þú veist, því að ég er að vinna eitthvað smá með og svo, þú veist, kannski, þú veist, svo maður elda eitthvað hádegismat eða eitthvað, svo fór maður bara niður í laug og ég fór stundum bara niður í laug og var ofan í lauginni, bara við bakkann. Bara eitthvað að hlusta á hlaðvarp eða eitthvað, bara með eyrunum. Þú veist, þannig að maður er bara, í þessum hita þá er maður bara í lauginni. Já, ég gerði þetta út í Mexíkó. Já. Þar var alltaf 35 stiga hiti, sko. Já. Þegar það var heitast. Það fór heldur upp í 38 jafnvel. Já. Og þá var ofsalega næs að bara, þú veist, fara í laugina, síðan upp úr að lesa og til skiptis. Já. Það var bara geggjað. Já, ég þarf að muna það líka, sko, við erum alveg með smá dagskrá í fríinu af því að við þekkjum svæðið vel og það eru hlutir sem við náum ekki að gera síðast sem að við ætlum að fara að gera núna og svona, en og svo vinafólk með okkur sem að er aðalega gróði í því að yngri dóttir mín verður með leikfélag. Já. Og unglingurinn, systirinnar nennir henni ekkert, sko. Nei, einmitt. Og það var orðið svona aðeins smá svona cabin fever á þær báðar þegar leið á mánuðinn síðast. Skilu þig. En núna þá verður hún með leikfélaga sem að verður geðvægt, þannig að það verður fjör í þessari sundlaug. Einmitt. Og en já, ég þarf að minna sjálf mig á það líka að frí er líka til að slaka á, sko. Já. Þannig að það verða siestur og göngutúr á kvöldin og svo bara reynum við að sofa vel líka. Já, það er gulls ígildi. Það er ekki bara. Góð bók í sólinni. Góð bók í sólinni. Við komum saman og tölum hvaða bækur við lásum. Já. Næst. En þá segi ég bara gott í bíli, geggjað að tala við inn í sólinni. Og við þökkum fólki eins og einlega fyrir að hlusta eða horfa á. Já. Minnum á vefsíðuna krummafótur.fm og já, þið eru með fullt af þáttum til að hlusta á og vonandi er ekki of langt að bíða þannig til að vonandi lifið þetta af. Já, vonandi lifið af júlímánuð án okkar. Sjáumst bara næst.